Já, komið sæl og velkomin í Kaldapottinn, eina vikuna. Gestur minn í dag, Halldóra Sigurðardóttir, velkomin. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Takk fyrir það. Heyrðu, það hefð fyrir í þættinum, það að skála náttúrulega í Jesúlaði. Já. Að við tökum öll Jesú borð og Hann besti vinur minn, þannig að... Já. Ég var einmitt að tala við konuna mín Jesú í gær. Mér finnst Jesú svo mikil töffari. Já. Og hann svona í mínum huga, ég ekki trúaður nema bara svona alheimstrúaður. Já. Á einu stað Jesú svolítið svo Che Guevara. Já. Svona setti hann svolítið... Rebel. Hann var rebel síns tíma. Algjörlega. Og sagði svolítið fuck you við alla, sko. Já, hann bara niður með kerfið. En boðaði þetta góða. Já. En þú köld Dóra. Ég köld Dóra, já. Já. En hver Dóra? Hvaðan kemur? Já. Ég kemur bara 101 Reykjavík og 105. Downtown. Já, downtown bara. Ólst upp þar og var í Austurbæjarskóla og fer yfir MH og svo klára ég BA í fjölmiðlafræði, félags- og fjölmiðlafræði og diplómið hagnýttri fjölmiðlun. Okay. Fer síðan út til Frakklands í 4 ár og þar bæti ég við mig mastersgráðu, maîtrise kallast það, fransku, og í fjölmiðlafræði. Góð. Svo kem ég heim og ég fer að starfa eitthvað við fjölmiðla og svo ég, allskyns, bara hef verið verkefnastjóri og verið að ritstýra barnablaðinu Æskunni og unglingablaðinu Smelli. Ég hef mikinn áhuga svona forvarnatengdu uppeldisefni og þannig að þetta hendaði mér mjög vel og mjög skemmtilegt. Já, dugnaðar í þig. Já, takk fyrir. Ég man alveg til Æskunni og þessu Smellur, já. Já, ég var að taka viðtöl við fullt af leikurum og söngurum og söngkonum og svo bara byrktist þetta í blaðinu og ég fór mér svo líka á skrekk og allt þetta og krakkunum fannst þetta mjög skemmtilegt. Þetta var bara að rifið út blöðin og ég segi bara vantar að halda áfram með þetta. Ég hef ekki séð neitt ég veit að Andrés Andblaðið gefið út sem bara frábært, en vantar finnst mér meira svona eitthvað fyrir krakkana, eitthvað blöð. Þetta til ennþá eða? Ég nefnilega hef ekki séð það. Ekki öll þessi tímarit meira minna farin? Þetta segir ekkert eftir á þessu. Já, kannski, en ég er mikil risaðilega þegar kemur að þessu. Mér finnst gott að geta haldið á blöðum og bókum og lesa þannig. Ekki heimildin eina blaðið sem kemur út? Jú, Mogginn. Mogginn duglegur við þetta. Já. Já, Heima best líka kemur út. En það er einhver blöð, en það er kannski vilji til að fara meira yfir í digital, en ég bara, er ekki sem því. Hvað er að gera í dag? Í dag er ég að koma framfæri bara bókinu minni, Dauða ekósins. Þetta er stór titill. Já. Þetta er risa titill. Já. Og ég bara gaf líf mitt í þessa bók. Byrjaði að skrifa hana á íslensku og gefa hana út 2020. Og í kjölfarið þá gerast ákveðnir atburðir og ég gerir mig grein fyrir að ég þarf að þýða henni yfir á ensku líka til þess að koma henni á framfæri erlendis. Og það er það sem ég er að gera núna. Okay. Ég bara er að klára, bókin er bara í uppsetningu núna og er leiðin í pröntun. En Dauði ekósins, ég meina, er þetta að útskýra bókina í einhverjum málsgreinum? Já. Þarf að lesa hana bara til að ná henni? Nei, jú, endilega, ég vil gjarnan að allir lesa hana og en ég er búin að breyta mjög mikið ensku útgáfinu, en allavega í Dauði ekósins snýst í rauninu bara að deyja sjálfinu. Ég þýddi bókina Leyndarmálið á sínum tíma og ég vísa í hana í bókinu og ég er að tala bara í rauninu hugarfarið og hversu mikilvægt er að hafa rétt hugarfar, en mér fannst vanta Guð svolítið í þetta hugarfar. Það er ekki nóg að vera bara hugsa bara ég ætla að eignast þetta og eignast heiminn eða gera þetta og ég ætla að þetta rætast allt þetta. Það er sjálfur sér góðu lagi að vera með
plön og markmið og allt þetta, þú veist, bara með þeir í kærleika og Guð er náttúrulega kærleikur, en mér fannst að vanta svona einhvern veginn að kynna mér að Guð til sögunar. Að hver er það sem á hana heim, er rauninni ætti að eiga hana heim og stjórnar stjórnar í rauninni miklu leyti. Og það sem ég geri, ég fer bara að skrifa hver mér finnst Guð vera. Ég tala að hann sé orka, ég fer inn á bara skammtafræði og bara klif niður í rauninni, bara hugsunna niður bara í atóm og útskýri bara hvernig ég kynnist Guði. Það gerist 1999 eftir að mamma mín dó. Þá ég var bara eins og allir aðrir bara, þú veist, ætli Guð sé til, ég veit það ekki, ég bara, þú veist, held áfram bara mitt líf, bara ég mætti. Og svo ákvað ég að skrifa bréf í huganum. Ég skrifa bara, ertu til Guð? Og ég svona rúlla því upp og setja á bara hvíta dúfu. Og í huganum bara sleppi einu svona upp í bara í loftið og ég með loka augun, en ég á sama tíma ég bara grátandi, mamma mín hafði dáið og þetta var svolítið svona, ég var líka búin að skilja við barnsföður minn og það var allt einhvern veginn bara, ég vissi ekki alveg út af hvaða lífið gengur og svona svolítið, svolítið erfitt og ég bara einbeiti mér alveg að senda þessa dúfu lengst og þetta var alveg smá tíma sko, þá geti allt í henni kemur bara eins og sprengja bara, alveg bara orku sprengja, það kemur bara inn í mig og bara fyllir líkamanum minn fannst mig, bara eins og hann túknaði út bara og bara Guð að láta mig vita að hann sé til og þetta var ekkert smá svar sko og ég fyllist bara, það kemur svona kærleikur, það kemur bara alveg fyllir mig alla og ég fæ bara svona eins og skilja bara já, ég er til og ég þekki þig rosalega vel og bara bara elska þig rosalega vel saman hvað þú gert og sagt og bara þú veist, já, það ertu bara barnið mitt og ég fæ líka þau skilaboð að Guð elskar alla í heiminum, alveg rosalega mikið. Og það bara sem mér finnst lagt á mitt hjarta, að segja öðrum frá, bara hversu mikið Guð elskar þig bara og bara alla og bara saknar okkar margra vegna þess að svo margir bara bæði orðnir afhuga honum út af heiminum í dag og líka bara hefur ekki verið kennt að þú veist, það sé kannski, Guð sé kannski til. Það eiginlega bara svo margt sem er verið að segja manni öfugt sko, hann sé bara ekki til. Og frá barnæsku. Og þetta bara eitthvað sem ég tek með mér bara út í lífið og segja mörgum frá bara og þannig hefst svolítið svona mín trú að ganga. Og svo bara kristallast það í bókinni þegar ég fyrir að segja þessa sögu og fyrir að segja fólki bara hvernig ég upplifa hann. Og já, í íslensku útgáfunni þá er ég í rauninni bara að tala þessa, eða þú veist bara, ég er að tala þessa góðu orku sem er Guð og hversu mikið við eigum að vera í því hugarfari. Og ég kallast ávextir andans í rauninni eins og sagt í Biblíunni. Þá er það bara allt þetta góða, bara jákvæðni, kærleikur og umburðarlyndi, fyrirgefning, hlátur, gleði, þú veist, allt þetta er ávextir andans. Og það tengist hugarfarinu og það er að hugsa jákvætt og hugsa bara, mér þykir vænt þig og ákvað þetta er fallegt borð og fallegt hús og þá bara með tímanum þá bara verður þetta svona automatískt, þetta verður bara hluti af manns karakter að vera bara góð manneskja. Þannig þetta er svona eins og, já, svona maður er að endurforrita hugan. En svo er til annað hugarfar og það er sem ég lýsi í bókinni sem er í rauninni bara slæma hugarfari. Það er bara þessi neikvæðni, þessi gagnrýni, þetta niðurrif, hatur í rauninni bara og það er bara þú veist, þá er bara akkurat, ég minnst þetta borð eitthvað, ég reyna að finna eitthvað neikvætt í það, veist, og bara lífið mitt og lífið þitt og skilurðu, og sama hvað einhver gerir, þú veist, þá bara ætla ég ekki að vera þakklátt fyrir það, ég ætla að finna eitthvað að því og svona, og jafnvel þá maður fá kannski eitthvað starf upp í hendurna sem er bara frábært æðislegt og þá bara er hugarfarið þannig að maður er bara, þú veist, þetta er ekki nóg, skilurðu.
Þannig að það er, þú veist, það hugarfar. Þannig að ég er svona í bókinni að bara benda á það þegar að ég var sjálf í þessu ranga hugarfari og það hefur afleiðingar. Þegar maður er til dæmis eins og þá kem ég inn á eiginlega bara mikilvægasta punktinn sem er í bókinni og það er óttinn. Það er sérst ranga hugarfari, að það er að vera í ótta. Og það talaði um að mörg sem í biblíunni að maður eigi að umfram allt bara að forðast ótta og vernda hjarta sitt fyrir því. Og það er það sem ég segi, að bara að fólk þurfi að hætta að óttast svona mikið og tengist líka 2020, þá fór ég bara alveg í gang sko, og bara vara fólk við að vera ekki svona hrætt sko. Því ég er líka fjölmiðlafræðingur og hef krufið fjölmiðla og veit bara hvernig óttastjórnun getur verið bara kerfisbundin í fjölmiðlum. Pólitískt líka? Pólitískt líka, algjörlega. Og tengist valdbeitingu og það er sem ég tala um líka í bókinni er að þegar þú hefur ótta í hjartanu þá er miklu auðveldara að stjórna þér. Og það... Svo líka náttúrulega partur af okkar varnarmekanismi er ótti að því við erum í eðli okkar flee animals. Við hlaupum frá eins og hestar eða og það er það sem er að drepa nútímamannin allan í vestrænum heimi og það er náttúrulega bein tenging milli sko kortisóls og hjartasjúkdóma. Að því þú nefndir bæði sko, óttan og hjarta sko. Það er fight, flight eða ótt, það getur verið flótti og líka að berjast, en þetta er það sem ég einmitt segi frá líka er að þetta tengist reptilíska huganum sem er bara svona eins og lítill hluti af heilanum okkar og tengist þessum frumþörfum okkar. Það er bara að komast af í lífinu og það eru rosalega margir sem að bara hugsa með þeim heila og komast ekki út úr því. Það er bara ég ætla að bjarga mér og þú skiptir ekki máli að þitt og þínir og bara ég ætla bara að lifa af og og það tengist óttanum og það er bara að vera í þessari sjálfsbjargarviðleitni sem kallað sumura, en samt er þetta svo mikið að þegar þetta verður bara ég, allir heiminn, allir eru bara að hugsa sjálfa sig, þá erum við ekki í harmoníu, við eigum nefnilega að vera, því við erum öll tengd og það er sem ég segi líka í bókinni, er að í andlega heiminu þá er þetta bara eitt sjór, eitt flæði og við bara tengjumst öll og þó við sjáum það ekki með augunum þá er það samt raunveruleikinn. Og það er ekki hægt til lengdar að vera alltaf bara ég ætla bara að hugsa um mig og mína og ekki hugsa um það, þannig að það bara, maður græðir ekkert á því. Það er kannski bara óttinn í sjálfu sér. Það er óttinn, algjörlega. Þegar egóið tútnar út. Ég hef oft sagt að þeir sem garga hæðst, kjósi mig, er akkúrat fólki sem má ekki fara í framboð. Það er góð teóría. Því egóið fara að þvælast fyrir, sko. Eða þeir sem eru bara alltaf hyggla einhverjum fámennum hóp eða sjálfu sér og raka til sín völdum og peningum. Það er kannski ekki fólki sem er í stakk búið að taka ákvarðanir fyrir fjöldan. Það er líka partur af óttanum er það að eiga nóg og við náttúrulega Íslendingar eiga skeggjar. Forfeður okkar voru bláfátækir og það er náttúrulega ákveðið afrek út af fyrir sig að það hefur verið fólk búandi á þessari eyju í 1200 ár, haldaðir í dag, 1300 ár jafnvel. Og við náðum á 1300 árum að verða 300.000. Það segir nú allt kannski hvað þetta var harðbýlt og erfitt uppkomið. Þannig að þessi ótti smitar svolítið í gegnum foreldra og af og ömmu. Það er ekki spurt hvort þetta hamingjusöm það spurt en nú að gera í vinnunni. Akkurat. Og þarna kemur aftur að þessu survivali sem við festumst í. Og svo verður egóið húsið okkar og eignirnar okkar. Einmitt. Og við setjum þetta fólk á stalla jafnvel. Algjörlega. Margir sem bara, þau spyrja bara, hvað gerurðu? Ekki, og bara hvernig manneskja ertu, er þægilegt að vera í kringu þig, ertu með, ég sé bara góða orku, maður getur fundið það mjög fljótt. Mjög stuð og fólk þegar ég spyr hvað hittir pör eitthvað og ég spyr bara beint út er það hamingjusöm, það fyrir allt í vitleysu. Þú spyrir það þessu. Prófa þetta eitthvað. Þú sér eitthvað fólk saman, eitthvað par, skiptir ekki máli hvað kyn þau eru,
það Yrði hamingjusöm og spyr bara einlæglega. Það fer allt í þvælu. Þú veist að tala beint í hjartað og það svo margir sem eru með loka hjarta. Og það það sem ég tala líka í bókinni að þú veist að þegar maður með loka hjarta þá maður ekki í rétta flæðinu og maður næri ekki að tengja sig við bara Guð og kærleikann og góður hlutir þá kannski ekki alveg að flæða til manns. Og það líka bara í samskipti við fólk að vera með loka hjarta þá bara þetta alltaf bara yfirborðskennd tengsl en þarna ertu bara að ráðast beint á hjartanu og segja bara hvernig líður þér í hjartanu og fólk bara, þú veist, þetta svona bregst átt við kannski bara, jafnvel bara með látum sko, af því að þá það bara, af því að þeir sem eru koma út frá egóinu, þeir eru alltaf að verja sjálfa sig og þá þetta svo árás fyrir þeim, þú veist bara að ráðast á þig. Þeir eru alltaf til í fætið, sko, verja egóið sitt, sko. Já, algjörlega. Það þannig. En svo held ég að flestir klippi hér, sko, eru svona í rökhugsun, sem sagt, lifa og hrærast í rökhugsun og excelhugsun, sem hafa lítinn aðgang niður í hjartað. Einmitt. Þannig að það meikar ekki sens að við líði illa, en svo líður manni bara samt illa. Það meikar engan sens. En það líka margir sem bara eru ekki eins og að hugsa. Þau eru bara svo vélrænt bara í lífinu, bara fara í vinnuna og þeim finnst þeim, og ég tala líka um í bókinni, þeim finnst þeim bara þú veist, það lítur allt í lagi. Ég meina, ég með mat á borðunum og ég borga reikningana mína og þú veist, en samt þetta bara, þau tóma innan. Og það sem ég minnist á þessi tómleiki bara vöntunin á Guði, á kærleikanum inn í hjartað. Og það bara alltaf, í dag bara vantar rosalega mikið af þessu í bara hjörtu fólks og ég myndi segja að þessi bók mín mjög viðeigandi vegna þess að óttinn bara virðist að taka sér sífellt meira pláss og egóið líka þannig að það bara mín von að fólk fari að átta sig á því að það nauðsynlegt að opna hjartað og bara losa sig við þetta egó því að maður græðir ekkert á því. Svo erum við sko ekkert nema valin. Bara við tegundin Homo sapiens en uppistandandi maður. Við gerum allt út frá ótta og óöryggi. Þannig að þetta er dæmi að þú ferð inn í mötuneytið einhvers staðar og sest þar við eitthvað sæti, svo kemur hálfum mánuði seinna, þá gerur það án þess að hugsa upp á. Þú ferð aftur í sæti sem þú settist í fyrst, af því þú var safe þar. Og þegar allt lífið manns farið að snúast það að setjast í öruggasætið, þá höfum við ekkert pláss fyrir náungan sem kannski býr í strætóskýli. Nei, við erum ekki svona veltaði fyrir okkur, hvernig við erum lífið, bara okkur lífið vel og það bara nóg. Já, en við þurfum að réttlæta það fyrir okkur. Að sko, ég sá þetta svo mikið að því að ég var að vinna í fíkniheiminum svo lengi. Og þegar fólk var réttlæta fyrir sér að hjálpa ekki útigangsfólki, þá var stæðsta réttlætingin, þau bara gera þetta sjálfur. En það þýðir það að þá þarf ég ekki að hjálpa útigangsfólki af því þeir völdu það, klárlega völdu það, af því það er val að vera fíkill. Við veljum út frá sársaukanum og tómarúminu í brjóstinu okkur og förum að fylla það með dópi eða spilakössum eða peningum eða bílum, skiptir ekki máli. En í rauninni, ég er að summera svolítið upp sem þú ert að segja með þetta, þá gerum við þetta. En svo förum við í argumentum Guð, mér svolítið flott í A-samtökunum, Guð eins og hverju trúr hann sé. Í mínum huga þetta jákvæða, sem sagt ljósið og þetta fallega sem við eigum öll innra með okkur. Og ef ég hef ekki aðgang af þessu fallega innra með mér, þá á ég rosalega erfitt með að ganga fallega garðinn minn og garðinn ykkar. Algjörlega. Þetta er svona common sense. Svo, eins og segir, þú veist að fólk beðið að axla, það var að tala um að þú valdir þetta og þú fórst yfir í fíkn og sérst gerði rangt og allt þetta sem er rétt, en það er ekki horft á sögu viðkomandi, hvaðan kemur hann eða hún og hvernig var uppeldið og til þess að kannski sjá heildarmyndina eða þá heildarmynd sem að, þú veist, það er Guð sem sér heildarmyndina en allavega sjá þetta í stærra samhengi og það er nefnilega oft, maður fljótur að rekja sig þegar maður bara skoða söguna, er að það þetta er oft bara eðlileg afleiðing, en þetta er bara afleiðing
uppeldis. Þetta eðlileg afleiðing með óeðlilegt ástand. Akkurat. Það svolítið þannig. Og kannski fólk hefur bara alist upp við ástleysi í bernsku og einhver sem að segja þeim alltaf þú ert ekki nógu góð eða góður og bara nota orðið svo bara mikið eitthvað skilur til þess að rífa fólk niður. Þá verður þetta sjálfsmyndin og fólk fer svo bara að staða út í lífið og fer að hugsa þetta fyrst og fremst og svo fer það bara að hafa sér í samræmi við þessa mynd sem þeim var bara gefin í æsku. Nákvæmlega, og svo festust við í birtingarmynd ástandsins. Já, akkurat. Við horfum á fréttir og við erum alltaf að tala um birtingarmyndina. Já, einmitt. Fullu gæi keyrði á ljósastaur og við erum segjum alveg bara Jesús minn, hvað fullu gæi að keyra? Já, einmitt. En það er aldrei spurt, hver fullu gæi? Já, hvað kom fyrir? Akkur hann fullur undir stýr, akkur valda hann að það setja, neskilur upp? Já, akkurat. Það er nákvæmlega sem þú ert að segja. Í upphafi skal endinn skoða. Já. Og þetta löngu byrjað á hann að verða fíkill. Þetta byrjað bara mjög snemma. Algjörlega. Ráma til dæmis. Einmitt. Og það getur jafnvel verið bara, eins og ég tala bara, þetta getur verið bara jafnvel áður en þú fæðist. Af því að það er líka bara stríð hafa áhrif á bara komandi kynslóðir. Af því það er ákveðið samskiptamynstur sem heldur áfram. Bara fólk sem bara í einhverju sjálfsbjargar viðleitni bara í óttanum og þau bara smita börnin sín áfram næstu kynslóðir. En ég tala þarna að það er hægt að brjótast út úr þessu. Bara leið að maður er meðvitaður þetta tómarúm. Og það er með því að breyta hugarfarinu og vera bara í ávöxtum andans. Þá er maður komin bara í tengingu við Guðlega og með tímanum þegar maður bara heldur áfram bara stöðugt og lætur ekki, bara neitt trufla sig í rauninni, þá er maður bara hægt og rólega búin að breyta sjálfum sér. Þannig að þegar það kemur upp eitthvað átök eða eitthvað erfitt, þá er maður farin að höndla allt öðruvísi. Í staðinn fyrir kannski eins og sumir kannski grípa bara í flöskuna eða ég veit ekki, fara bara í eiturlyf og eitthvað svona, þá er maður bara eða mat þá er þetta ekki lengur af því að maður er búin að fylla þetta tómarúm. Maður er ekki að fara að fylla það með einhverju víni og með að deyfa sig og svona, skilur. Heldur er maður bara með kærleikann og ég segi bara þetta virkar og Fyrir ekki að smá truflun Já, 2 keisur. Þetta er þess að dúfus. Já, ædilega. Og hann hættir ekki að væla hann fyrir hann að fara athygli. Já. Gjör svo vel. Já. Hittu Dóru. Mánan eða eitthvað? Nei, ég er með 2 keisur, sko. Þannig að þetta sem ég kemur að helsa því að ágöðum ekki grút. En það er nefnilega málið, það sem við erum að tala um nákvæmlega. Og bókið þín summerar þetta svolítið upp. Þinn reynsluheimur af þessu ferðalagi. Já. Þannig ég tek bara aðskils atburði úr mínu lífi til að sýna fram á mitt hugafar. Og ég líka svolítið að varpa fram bara svona alvarlegum atburðum í rauninni. Af því að þetta er ekki bara svona samskiptilega að segja þar sem að maður í rauninni eðilega fyrir sig með að hugsa neikvætt til sín og annarra. Heldur getur maður líka verið svo mikið í óttanum að maður bara framkallar það í lífinu. Og ef maður er að hafa áhyggjur af bara eitthvað komið fyrir og þá er bara getur maður í rauninni bara skapa það þannig aðstæður. Það er bara og ég hef séð það bara sjálf ég skynni að það sem að mikilvægt er að hugsa rétt til þess að það bara kom ekki eitthvað slæmt fyrir. En svo er það annað líka eftir því sem þú fyllir bara hjartað þetta meira ljósi sem að Guð er líka þetta ljós og kærleikur. Því bara hættulegri verður þú heiminum. Af því heimurinn í dag, og það er sem ég tala í ensku útgáfunni, að það gerist ákveðin atburður fyrir mig 7. júlí í fyrra, 2022, sem að auðvitað að ég ákvað að breyta bókinu minni. Og þess að ég tala í íslensku útgáfunni, þá er ég að tala Guð og kærleikann, og ég tala bara í rauninni óttann, hversu hættulegur hann er. En ég gef óttanum nafn og öllum þessari leiðilegu orku nafn sem allir þekkja, en mjög hættulegt að nefna og það er Satan. Og
og það, já, gerðist bara mjög slæmir atburðir fyrir mig þegar ég, Þú mátt segja Guð en ekki Satan. Þú mátt segja Guð, en í dag jafnvel hættulegt að segja Guð, vegna þess að það hefur bara ákveðna, það er bara svona, eins og ég segi í bókinni, orð hafa áhrif, já, og það er bara svona, hvað maður að segja, ákveðin tíðni sem að orð eru á, og bara þú ert að hafa áhrif á tíðnina í herberginu, í salnum, ef þú bara þarf að tala um Guð og kærleikann og allt þetta. Og Satan er trigger orð fyrir marga. Og sérstaklega ef maður segir vík burt Satan, þá er maður í rauninni að segja orkunni sem maður kannski er til staðar í herberginu, í salnum, að fara, bara burt með þig. Og þannig að ljósi getur komið inn. En það hefur bara rosalega afleiðingar. Hvað? Gerðirðu þetta og það var afleiðing af þessu? Já. Hvernig kom þetta til? Já, sko fyrst langum að segja ég ætla að vera stuttorðin ég var sérst að vinna í fangelsinu á Eyrarbakka og gekk bara mjög vel og ég var bara að ganga í rauninni bara með Guði bara í mínu starfi og ég snobba hvorki upp á við niður á við og var bara góð við alla og bara leta starfsfólki bara sem vinnu mína og líka fangana sem bara í rauninni gesti í bara á þessum stað og allavega það gerist eitthvað, ég veit ekki hvað kemur fyrir það líður yfir mig í vinnunni á bara búið að ganga mjög vel og allt þetta og það líður yfir mig og ég fæ að fara heim og ég hjóla bara heim bjóð þarna á Eyrarbakka og 2 tímum síðar þá bankaði lögreglan upp á hjá mér lögreglumaður og lögreglukona og þau spyrja mig hvort það er einhver uppákoma í fangelsinu eða hvort ég er inn í fangelsinu og ég segi já og spyrja hvort það var uppákoma og ég segi að það leiði yfir mig og ég fekk að fara heim og þá segir lögreglukonan heitir þú Elín og ég segi bara nei, ég heiti Halldóra og þá hélt ég bara að þetta var búið og þá grípur lögreglumaðurinn í hurðina og segir viltu koma inn og út og ætlum að taka þér skýrslu og ég segi bara ég heiti ekki Halldóra og ég bara byrja að taka í hurðina á móti og hann byrja bara að rífa í hurðina á móti mér og ég þurfti bara að taka með báðum höndum og ég segi bara hvað er þetta eiginlega, ég heiti ekki Halldóra og loka hurðinni og svo bara stóði þarna fyrir utan og ég hugsaði bara hvað er í gangi bara já, what, þú veist, allavega þau fara svo og í millitíðin hafði ég fengið símtal frá starfsmannastjóra sem segir að það sé ekkert mála, ég geti bara verið heima fram á mánudag og hlaust þannig að ég er ekkert að fara neitt í vinnuna, þetta gerist bara þarna meiri viku og svo er það bara helgina 17. júlí, 16. 17. júlí þá er eins og ég bara missi úr dag eða sólarhring, ég veit ekki hvað en svo eftir að fór ég að hugsa líka, það hefur oft komið fyrir að maður bara ruglast á tímasetningu, maður mætir á fund á villinsum tíma, maður bara, ég hélt þetta væri, þú veist, 3:30 eða 4:30 eða eitthvað og eða maður mætir í vinnun á laugardegi, þú veist, hver er ekki lent í því? Ég hef lent í því. Já, ég hef lent í því, og bara enginn, og já, allavega er að, ég missi af barnaafmæli og ég veist barnabarnsins míns og það sem gerist er að dóttir mín kemur með vinkonu sinni og ég er bara rosa hissa að sjá það, ég er bara að ég tel á laugardegi heima hjá mér, er búin að taka til bara og er bara að fá mér kaffi og sonur minn var nýkominn heim frá pabba sínum eftir, já þá var það líka, hann kom heim frá pabba sínum og ég segi við hann, rosa þetta snemma, þú veist bara, og ég sagði ekki kemur á laugardegi en allan í mínu ég bara, hvað snemma, þannig að ég var ekki eins og að fatta það þá og dóttir mín fer að spyrja mig bara hvort ég sé ekki í lagi og ég segi bara jú, allt í lagi og mér finnst hún líka rosa skrítin þannig að ég bara, er ekki allt í lagi á þér, ég meina og ég fer að segja bara að ég var svo viss að laugardagur þú veist bara að það kom ekki, það var sunnudagur, já, það var sunnudagur og það kom ekki strax upp einhvern veginn, þannig að það myndaðist eitthvað svona misskilningur okkar á milli og ég fer að hugsa bara hvað skrítið eitthvað og ég segi bara við hana
til ég að segja mig hver þetta hérna á myndinni hérna, ég ætla aðeins að hérna bara fá þetta hreint. Það var sérst mynd í hillunni hjá mér á barnabarninu og dóttir mín vill ekki gefa mér nafnið og ég segi bara, af hverju getur ekki sagt nafnið hennar hérna, til að segja nafnið hennar og hún bara, þú veist, já, og þá hérna, já, þá segi ég hinn fleiguorð eða fræguorð að hérna, vík burt Satan, af því ég að segja orkunni að fara, hérna, já. Upplifur að væri svo mikið neikvæð orka? Já, það var mjög neikvæð orka, og hérna, en það var ekkert eitthvað, þú veist, við vorum ekkert að rífast eða neitt svoleiðis, en það var bara, já, en þetta svona kannski, ég veit ekki, kannski kristneska yfir að segja eitthvað, þú veist, en að ef við segjum Guð blessi þig. Nei, burt með þig, eða bara, já, eitthvað leiðilegt, sko. Allavega, ég sagði þetta og þetta það eina sem ég segi. En það ástæða til þess að ég veit ekki, gera eitthvað annað? Allavega, það sem gerist að hún hringir þá væntanlega í neðarlínuna, en lögreglan kemur. Aftur? Já, sérst aftur, já. Að hérna, já, og kemur þá þarna helgina. Og ég skil það ekki, ég meina ef að segjum að segja eitthvað að mér, eitthvað, þú veist, ég fengi heilablóðfall eða eitthvað eitra fyrir mér eða guð má vita hvað, ekki hringt á lækni, ég myndi halda það, en það kom engin læknir. Ég sá það seinna að það var eitthvað sjúkrabíll sem kom, en það var engin læknir sem kom inn í húsið og ég hitti engan lækni. Allavega lögreglan kemur og ég bara þrammar inn á heimilið mitt, fyrsta lagi spyr ekki hvort þú megi koma inn. Hún labbaði bara inn? Já, rífur bara friðhelgi einkalífsins, sem ákveðin regla. Ég var ekki búin að bjóða þeim inn að koma inn. Og það eru bara eitthvað 4-5 lögreglumenn og konur sem koma frá Selfossi. Þetta það umdæmi. Inn í íbúðina? Já, og standa bara hérna yfir mér og ég bara með kaffibollann og dóttir mín fer þá með sést bróður sinn í burtu og ég segi bara við þá, hvað er þið að gera hér? Ég hef ekki gert neitt af mér, ég hef ekki brotið nein lög og ég segi, vil ég vinsalist fara? Þú veist, það er allt í lagi með mig og ég fyrir að útskýra þetta sem ég var að segja á hana og já, bara þið eru ekki með neina ákæru og þá eigið bara að fara, nema þeir fara ekki og standa þarna yfir mér alveg heil lengi. Ég ákvað svo bara, og ég segi, allt þetta í ensku, ég segi sögunum minni í ensku bókinni, en mér finnst líka bara gott að segja frá þessu bara í viðtalinu, þannig að fólk viti bara hvað kom fyrir, bara mín hlið, af því hún kemur hvergi fyrir í neinu skýrslu með neitt svoleiðis. Og allavega, ég hugsa með mér bara eftir eitthvað hálftíma eitthvað, því að ég skil ekki okkur þeir eru ekki að fara. Þeir eru að spyrja bara eitthvað eins og kísunum mínar og ég svara því og veðrið og ég svara því, en ég alltaf að biðja að fara. Og ég hef ekki brotið neitt af mér og allavega ég stend upp og fer bara í útskona og ætla svo bara og úlpuna og ætla bara að fara út, fer út eldhúsmegin sem bakteríumegin og þeir lögreglumennir koma á eftir mér og ýta mér inn í húsið aftur. Já, og þannig að skerða ferðafrelsi mitt og ég þarna reiðist það bara fauk í mig og ég segi bara hvað er ég ekki frjáls manneskja, ég hlýta mig að fara, ég hef ekki gert neitt og ég fer þá bara... Gáðu þér engar upplýsingar á hvar þú ferð inn? Nei, engar upplýsingar og bara ýta mér inn í húsið, já, og ég fer þá bara yfir hinum megin þessum aðalingangurinn, gríp bíllyklana og ætla bara að fara og þegar ég er búin að opna hurðina þá kemur einn bara lögreglumaður að mér og hann þrífur í mig bara, í vinstri handlegg og bara heldur mig fastri og ég er eitthvað að reyna að losa mig og segi bara við hann hvað er í gangi og þú veist bara, þú veist, ég má fara og og hann rífur úlpuna mína á öxlinni og heldur mig það fast bara, þú veist, að ég fer að verka í handlegginn og þannig að ég bara, þú veist, hætti náttúrulega að reyna að losna og hann bara tók mig aftur inn í húsið. Já, og það sem gerir svo næst að svo kemur bara, þetta er algjör sirkus, svo kemur barnavernd, eitthvað fulltrúi barnavernd líka inn í húsið og barnið mitt farið, það er svona minna, hann gamall hann var 8 ára, að verða 9 ára
og já, kemur alltaf inn til starfsmann og ég bara, hvað í gangi? En það kom engin læknir. 6 eða 8 löggur og barnaverndarstarfsmann. Já. Inn á heimilið. Inn á heimilið mitt. Og þú veist ekkert út af hvað það gengur. Nei, ekki neitt, nema það að ég segi aftur við lögreglumanninn og þetta var eitthvað áður en að þessi barnaverndarstarfsmaður kemur, þá segi ég við hann, sama og ég sagði við dóttur minni, vígburt Satan. Og hann fer ekkert eða það fer enginn og ekkert það. Allavega þegar að barnaverndarfulltrúinn búinn að koma, ég bara segi mjög lítið þarna, ég bara hvað rugl í gangi og því að ég í rauninni bara bíð eftir að þau fari því að þau segja ekkert til að útskýra fyrir mér af hverju þau þarna og hvers vegna þau fari ekki og allt þetta þannig að, segja ekki neitt og allt í einu fær einn lögreglumaður símtal þar sem hann virðist fá einhverjar fyrirskipanir og hann ásamt 3 öðrum lögreglumönnum kemur að mér og þeir taka mig upp á höndum og fótum inn á heimilinu mínu. What? Já, og bera mig út eins og bara eitthvað grís eða lamb og leið til slátrunar. Halda mér þannig út úr húsinu. Ég var ekkert að biðja þeim að koma? Nei, ekki beðja þeim að koma, nei, og ekki heldur, ég var ekkert að með nein uppsteitt, ekki neitt. Ég var bara svona, ok, þú veist, hvað í gangi hérna? Ég veit ekki hvort ég sagði, nei, ég held ég hef ekki verið farin að tengja þarna að þetta getur verið út á bókinu manni. Allavega að halda á mér svona, bara út úr húsinu og að hliðinu. Það sem það sérst og nágranninn minn bara þarna eitthvað út í garði, snyrta limgerði eða eitthvað, ég veit ekki hvað hann var að gera, verði vitt með þessu líka, sem náttúrulega bara þvílík skömm og hneisa fyrir mig og ömurlegt. Og þau leiða mig svo á sikurum handlegg bara inn í lögreglubifreið og það þá sem ég sé þarna það eitthvað sjúkrabifreið á hliðina en engin, ég sá engan sjúkraflugstarsmann, ég sá engan lækni eða neitt svoleiðis og inn í lögreglubifreið og það sem mér finnst lógískt að þau hefðu átt að keyra mig, þetta var karl og kona, hefðu átt að keyra mig inn á Selfoss þetta var lögreglum og væntanlega hefðu átt að fara með mig inn á spítalann á Selfossi. En mér finnst það lógískt, ég er ekki búin að brjóta nein lög, ekkert svoleiðis. Nei, þau keyra mig alla leið til Reykjavíkur og fara með mig á Landspítalann í Fossvogi og þar er ég bara sett inn á eitthvað svona eins og herbergi, svona ég veit ekki hvað þetta er, svona eins og stofa, sjónvarp og allt þetta. Biðstofa, já, en svona eins og fyrir aðstandendur og þar er mér boðið eitthvað að drekka og borða og eftir eitthvað tíma þá þigg ég það. Og þau mér þess að koma þannig fljótlega eftir ég kem inn, trilluðu þau inn þessa stofu með eitthvað svona borð, læknaborð, með fullt af sprautum í og eitthvað rugli og ég segi strax bara enga sprautu fyrir mig, ég tek engin lyf og vil ég bara gjöra svolítið fara með þetta. Þannig þau fóru með þetta tilbaka og bara gjörsamlega út í hött. Og svo... Varstu æst? Varstu með leiðindi? Já, ég var náttúrulega bara, eins og bara núna, bara ósátt. Nei, ég er bara mjög róleg manneskja eðlisfari. Þetta gekk ekki út á það að þú væri stjórnlaus í munninum eða... Alls ekki, ég var ekki einhverju geðrofi, eins og það er búið að ljúga upp á mig. Að ég sé bara var það grunnurinn bak við þetta allt saman að þú værir í geðrofi? Það var svo sett á skýrslu að eitthvað svona geðráfseinkenni eða ég veit ekki hvað sem búið út í hött og þá komum við að því að nóttina þá bara koma þau allt inn bara með einhverjar sprautur og þau sprauta mig ég sit bara í sófanum 2 sprautur í þennan handlegg og svo bara 2 sprautur í þennan handlegg. Hugsaðu, 4 sprautur. En leyfðirðu þeim að gera það? Í fyrsta lagi, hvað átti ég að gera? Ég meina, ég barðist ekki á hæl og hnakka. Ég gaf þetta bara Guði og þannig að ég var eiginlega bara, ég bara trúi ekki að þetta sé að gera, og Útskýrðu ekkert hvað efni þetta voru eða neitt? Nei, þau voru ekkert útskýrað neitt fyrir mér, ekki neitt bara. Og bara taka bara hendina og ég bara, og
það sem gerist þegar ég bara, leið og ég er búin að fá þessar 4 sprautur, þá byrja ég að stíflast upp í nefinu og ég bara svona, finn bara að ég get ekki anda og ég er bara svona nefnvald, segi bara, strax bara, ég get ekki anda með nefinu, ég finn bara, þú veist, hvað voru að gefa mér og svo segi ég bara við þig, góð, þeir eitthvað, að ég finn bara líka að það er svo bara, ofnæmisviðbrögð. Já, ég veit ekki hvað, þegar hálsinn bara, ég er ekki að fá súrefni inn og ég segi bara, síðast sem ég segi, bara, góð, þeir klikkuðu, þú veist, þeir bara reyna að drepa mig og það er ekki í lagi með ykkur og svo bara missi ég meðvitund. Og þetta er bara út? Þetta er bara út. Næsta dag vakna ég á bráðavaktinni eða bráðavaktinni. Ég var sem gjörgæslu, nei, þetta var bráðavaktin. Já, og það er bara enginn inni í þessu herbergi og ég er ennþá fullklædd í úlpunum minni og í peysunum minni og bara fullklædd og nema ég er með æðalegg sem hefur verið notaður, það er blóð og allt í þessum hægri handlegg. Og það kemur enginn til mín til að útskýra fyrir mér hvað kom fyrir og Þannig þú fékkst aldrei neina útskýringar fram að þessum punkti? Aldrei neina útskýringar, hvað við verið að gera, hvers vegna voru að gefa mér þessar sprautur og hvað kom fyrir og allt þetta. Nema allt í einu kemur bara eitthvað sjúkrastarfsmaður, dökkklæddur maður og segir við mig bara, þú þarft að koma með mér. Og þetta er mjög, ekki í mínum karakter. Ég var, eins og ég segi, 2020 var ég bara mjög kjarnyrgt á Facebook og var að segja bara í rauninu hvað mér fannst ástandið og ég til dæmis vildi ekki bera grímu og forðaðist að alveg bara fara á þá staði þar sem það var grímskylda og allavega er að ég Var það þetta allt í gangi líka þá? Nei, þetta gerist 2022. Já, ég er bara svona að útskýra minn karakter, hann segir bara við mig að þú ert komið mér. En mín svona venjulega svona persóna myndi segja bara af hverju, nei, ég ætla að fara heim. Þú veist, bara, hvað kom fyrir mig, má ég fá svör, hvað er í gangi, hvað eru læknar, hjúkrunarfræðingar, kom enginn svoleiðis, ég er starfsmaður. Allavega, ég bara fer fram úr þessu rúmi eins og bara eitthvað vélmenni og elti þennan starfsmann. Og hann fer með mig bara upp í sjúkrabifreið, fyrst svona ævinni sem ég fer upp í sjúkrabifreið og ég sest bara þar og svo keyri bara bíllinn yfir á Landspítalann þarna við Eiríksgötu. Og þar fyrir utan réttir hann með grímu, þessi starfsmaður, sjúkraflutningamaður væntanlega. Og ég tek bara grímuna og ég set hana bara svona á mig, eins og ég sé bara eitthvað vélmenni. Og inni mér, þá er ég bara, guð minn góður, það er búið að gefa mér eitthvað lyf, ég hlýði bara, og kannski var það eitthvað í matnum sem ég fekk hann á kvöldi áður, þannig að ég bara gerði ekki neitt. Þannig að þú er búið að sprauta þig fullt af lyfjum? Nei, ég meina til þess að því að þegar það sprauta mig, þá bara, þú veist, ég barðist ekki skilurðu, ég bara svona mín ályktun, ég veit það ekki, að því að það búið að bjóða mér eitthvað að gefa eitthvað að drekka og borða fyrir kvöldi. Allavega er að, já, ég hugsa bara, þú veist, þetta er hrikalegt maður, þú veist, þetta er ekki ég sko og ég skulle bara setja mig grímu. Svo fylgi ég honum bara eins og bara einhver leiðslu inn á upp á næstu hæð og þá sé ég bara eitthvað geðsvið, Landspítalans. Ég bara, ok, minn góður, ég hugsa bara nú er bara búið að taka mig og ég veit af hverju og það er út af bókinni. Og það var í rauninni ekki, sko, ég var svona þarna á Landspítalanum í Fossvogi, þá var ég meira sko, fór ég verið að vera tekin fyrir að segja bara vígburt Satan, þú veist, góður, það er bara... Ég held að öllum sé lofalagt að mega að segja það. Já, ég held það, ég meina, þú veist, ef ég segi bara vígburt Mummi eða vígburt Dóra, þú veist, það hringir enginn á lögregluna, en ég meina, á að hringja á lögregluna ef maður segir vígburt Satan. Já, ég veist ekki að það væri svona hættulegt. En ég sá það, með tímunum fór ég að sjá það, hversu hættulegt það er. Var það stóra setningin, vígburt Satan og allt fór einhvern veginn að þá fór allt í gang, já. Wow. Já, nákvæmlega. Allavega, ég er allt í einu bara föst þarna inn á þessu geðsviði, þarna þessari deild og það kemur einhver erlendur læknir, Astrid Eitrún, man ekki eftir nafni, og hún rétti mér úrskurð frá sýslumanni í Reykjavík
í fyrsta lagi, hvað var ég að gera hérna á Landspítalanum Fossvogi, til hvers var lögreglan að fara með mig úr einu umdæmi yfir í annað umdæmi. Og allt í einu er komið með einhver úrskurð frá sýslumanni í Reykjavík. Ég veit ekki, ég er ekki löglærð sko, en ég veit ekki af hverju það er. Og þá á ég að vera þarna í einhverja 10 daga. Það er búið að svipta þig? Já, væntanlega, en ég sá það ekki í þessum úrskurði, það staði bara að ég verið búið að svipta þig bara þá sjálfræði, hugsaðu þér. Það er bara hægt að gera þetta fyrir að segja víkvart satan. Og það hefur aldrei verið rætt við þig þessi svipting í öllu þessu ferli? Nei. Aldrei orðið svipting komið til umræðu? Nei. Það er crazy. Algjörlega út í hött bara, og mér er náttúrulega bara, ég fallast hendur hérna og ég beið, og ég beið bara dóttur mína og tengdasonum að hjálpa mér að bara komast út og leysa. En ég hef samband við lögfræðingarna, Gísla Tryggvason, sem að fer bara strax í málið og kæri þessa niðurstöðu sem er send til Landsréttar. Og það pingar svo yfir í Héraðsdóm Suðurlands. Og ég veit ekki alveg af hverju, eins og segi, veit ekki af hverju það fór þangað ef þetta var úrskurður í en já, skiptir ekki máli, kannski. Já, ég veit ekki. Allavega hafa fullt af skrýtnum hlutum í þessum úrskurðum og í talningi læknaskýrslurnar, þvílíkt bull og vitleysa. En já, þessi Astrid læknir ákveður svo að færa mig úr aðra deild sem að mér sýnist svo seinna að sé bara maximum sko, því það er maximum security. Já, eitthvað svoleiðis. Ég sett inn eitthvað herbergi, það sem er með 2-földu gleri, eitthvað svona styrtarplast, eitthvað svoleiðis, og það er ekkert loft sem kemur inn. Það er bara eitthvað göt neðst á plastinu, bara þykkt plast utan og þú getur opnað gluggann eitthvað aðeins efst. En það var bilað, þannig að ég gat ekki fengið neitt loft. Var þetta einsmannsherbyggi bara? Já, það var bara einsmannsherbyggi. Og mér er bannað að fara út úr af herbygginu? Nei, af deildinni í gönguferð. Allir hinir sem voru þarna máttu fara gönguferð, fara í búð og bókasafn og bíó, allavega máttu fara bara, það sem við báðum, fóru bara með fylgdamann eitthvað leis. Ég mátti ekki fara neitt svona. Ég mátti fara í lokaðan garð á spítalanum, sem er bara mannréttindabrot og ég sagði Gísla frá þessu. Allavega málum þetta pingar yfir í hérað, Héraðsdóm Suðurlands og sem ég þarf að koma og presentera mál mitt, til að gera langsögu stutta. Allavega ég fer með Gísla og ég fer með einhver starfsmann frá spítalanum því að þú mátt ekki fara, ég mátt ekki fara neitt eitthvað einn sko. Ég er bara fangi. Þannig að þú þurftir að vera starfsmann að geðdeild með þér inn í réttarsalinn. Þannig að það líti strax svo fyll út. Já, hugsaðu þér, alveg hrikalegt. Það er bara búið algjörlega, ekki bara að svipta mig sjálfur, heldur bara, þetta er bara mannorðsmorð, algjört, og hann kippa undan mann í fótunum. Allavega þegar við komum í Héraðsdóm Suðurlands, þá bara segi ég bara frá minni hlið og ég segi bara það er allt í lagi með mig og er bara eins og ég er núna og Gísli segir bara eftir að mér fannst það bara ganga vel og ég er bara mjög vongóður, ég segi það nú ekki alltaf en ég er bara mjög vongóður og 2 tímum síðar þá er ég komin aftur í því ég þurfti að fara aftur inn á deild og guð minn góður hvað ég grét mikið maður að þurfa að fara aftur hérna inn það var rosalega erfitt. Já. Og 2 tímum síðar þá kemur bara niðurstaða að þeir eru ekki bara búin að staðfesta, þeir eru búin að bæta við 3 mánuðum. Við sviptingu? Já, það sem ég glemdi að bæta við þetta var 10 dagar sem breyttist yfir í heilan mánuð og svo bættu við 3 mánuðum. Það er löng saga sko. Sem varst bara svipt sjálfræði? Já. Þannig er ég búin að vera ykkur 3 vikur. Fékkstu aldrei upplýsingar hver sótti málið upprunalega? Þetta er bara saksóknari. Nei, ég meina, voru það vinnufélagar á Litlahrauni? Nei, það var ekkert. Var þetta fjölskyldan þín? Akkurat, nei. Vinir þínir? Góð spurning, ég er nefnilega ekki einmitt hver fór fram á sviptingu. Það virðist bara sem að þetta sérfræðingaveldi sé ansi stórt sko og
getur bara svipt fólk bara með einhverju skýrslu hann ef maður segir rangar hluti og að þá hægt bara að búa til fabrikar eitthvað hann og þá bara hægt að svipta mann sjálfræði. Allavega það sem gerist þarna eftir á, þarna er ég búin að vera 3 vikur og þeir eru búin að staðfesta 3 mánuði og ég bara, góður, þeir ætla að halda mér hér núna bara, láta þetta bara rúlla og það er bara að vera að eyðileggja líf mitt. Ég var ekki búin að sjá son minn í 3 vikur og hann bara hjá pabba sínum og Fyrst ekki heimsóknir? Nei, jú, ég mátti fá sko, en ég var alltaf, ég hélt alltaf að ég var að losna, það var líka það sko. Ég hélt bara að ég var að fara að losna, ég var bara með lögmann í málinu og var bara, líka þolinmóð manneskja, en ég var ekki og svo það líka, þú veist bara, í rauninni bara, þú veist, hvað maður segja, ég þurfti bara að takast á við þetta og það sem gerist að ég viðtalinu lækninum sem var alltaf að spyrja mig hvað gerist í aðdraganda handtökunnar og ég segi bara alltaf sama, þú veist, bara leiði yfir mig og í fangelsinu og ég veit ekki hvað og svo bara, veit ekki hvað gerist, hvort mér hafi verið byrlað einhver, ég ætla að missi úr sólarhring þessa helgi og en svo spyr ég einn daginn spyr ég bara hvort ég megi fara og hann segi já. Þetta var einhver töfraorð því að það virtist sem ég mætti bara fara. Og þá var liðinn hvað langur tími? Þetta var mánuður. Ég losnaði eftir mánuð. Þannig að ég hugsa bara með mér leið og hann segi bara, það var eftir langt viðtal sko og hann segi bara já þú mátt fara og ég segi bara má ég fara? Má ég fara? Ég ætla ekki að bíða lengi og ég fer bara strax, ég er farin bara og fer á herbergi bara allt dótið mitt sko og hann í poka og bara fer strax. En ég segi ég segi bara takk fyrir og allt þetta og fer og fæ að fara. Nema hvað ég er bara komin út. Ég er búin að vera 1,5 tíma í burtu, ég er búin að losna, 1,5 tími síðan ég losnaði. Út af staðnum, út af deildinni? Já, deildinni. Ég hringi strax í lögmanninn minn og ég segi bara, ég er laus. Ég er bara að láta það vita og ég er bara leiðin heim og ég veit ekki, ég ætla bara að ná í leigubíl og fá lána bílinn hjá pabba og fá að keyra austur og hlust. Allan ég er bara eitthvað nýkomin austur, fekk lánað bílinn og nýkomin austur þegar Gísli hringir aftur og segir, það er lögmaður hjá sveitafélaginu Árborg sem var að hafa samband mig út af þér og þá bara hljómaði þess að hann ætti bara að fara að setja í gang aftur, fara að setja aftur inn. Að svipta upp á nýtt? Já, upp á nýtt. Og hvað er lögmaður sveitafélagsins í Árborg að gera Þetta er alveg galið. Já. Veitu, hvað er bak við það? Já, hver er bak við þetta? Og ég var náttúrulega bara með vottorðið og sem að Gísli bara sendir og í leiðinni fellir hann niður málið sem var búið að kæra þetta 3 mánaða svipting. Fellir það niður sem var komið inn í Landsrétt. Þannig að það var svona eins og bara, málið var bara látið mig falla. Þannig að þetta bara þurrkaðist út þarna? Já. Og aldrei eftir á skýring? Aldrei eina útskýringu, en þarna er ég bara komin heim, líf mitt bara brunarústir, algjörar, en ég veit að það er út af þessari bók minni. Og ég ger mig grein fyrir, Er það eina sem að dettur í hug? Já, ég meina, þegar ég var í Héraðsdómi Suðurlands og ég satt með lögmannum mínum móti saksóknara, hann var bara einn þá horfði ég á hann bara hvað ertu að gera mér og þá leit hann upp samviskan að naga. Þeir vissu alveg að það er allt í lagi með mig, þeir vissu hvað voru að gera. Þannig að dómskerfið það er bara í lágmarkssessi og það er hægt að véla greinilega og bara svipta fólk hægri vinstri eða ákveðnum aðilum dettur það í hug. En Gísli, gat hann aldrei rakið hver startaði málinu eða
Hver gaf orðurnar í upphafi? Já, það voru það bara örugglega læknir á spítalinu væntanlega. Það komum við aftur þessu sérfræðingaveldi sem að bara, eða valdi. Það bara tekið ákvörðun í einhverjum símtölum út í bæ og... Já, einhver sálfræðingur bara... Svo bara mætti löggan. Já. Við eigum bara rétt á því að fá að vera skrítin. Ef við erum skrítin, þá bara megum við vera skrítin í friði. Já. En þarna er greinilega bara hægt að koma inn á heimilið. Það er hægt að fjarlægja þig af heimilinu og bara vista inn á einhverju stofnun. Þetta er alveg brútal saga. Já, þetta er brútal, algjörlega. Er þetta að fylgja svo mál eftir eitthvað? Málið síðan þá er ég bara búin að slökkva eldana. Já. Allavega er að, þú veist, ég er bara búin að vera að jafna mig eftir að hafa bara verið svipt sjálfræðinu mínu. Ég fer strax í að setja húsum þetta sölu á Eyrarbakka, get ekki hugsað mér að vera þarna. Ég meina, hvers konar lögregla og dómskerfi er þetta að gera svona við mig. Ég er bara góð manneskja, ég er góð móðir og eins sem gerði var að skrifa bók, segja fólk frá Guði og hversu mikilvægt er að fylgja honum en ekki mönnum. Og þetta eru þakkirnar. Að maskinan fór í gang og þú varst tekin á umferð. Já, algjörlega. Og þannig að ég sel hérna á Eyrarbakka, fer svo bara líka, hugsa bara, ætla að fara í smá frí, fór til Spánar, bara í mánuð, fá smá sól og aðeins að kúpla út þessu bara hvað ég gera með líf mitt. Ég, þú veist, náttúrulega minnstu vinnuna í fangelsismálastofnun, af því að ég meina, það er búið að handtaka mig. Ég veit nú ekki hvort það er að skrá, en allavega, þú veist, búið að svipta mann og allt, sko. Einhvers staðar er þetta skráð, sko. Já, nákvæmlega, þannig að það er bara búið að eyðileggja lifibrauð hans. Ég bara sel svo húsið mitt og fer svo bara í það að finna mér annað og húsnæði og er svo bara búin að vera að vinna í því að klára ensku útgáfuna bókinu minni. Því ég veit að hún er svo mikilvæg. Fyrst að þetta gerist bara með íslensku útgáfuna. Það var ég náði að vekja marga með íslensku bókinu. Því ég er búin að fá fullt af skilaboðum. Fólk hefur hringt í mig, tölvupóstar, fólk sem er bara velmenntað, lögfræðingur sem hefur hringt eða sendt skilaboð. Bara mjög góð bók og sem vekur mann til umhugsunar. Og hvar getur við nálgast bókina? Er hún í rafrænu formi eða er hún í kirkju? Já, hún fæst sérst á bókasafninu. Það er hægt að finna hún á bókasafninu. Ég er sérst búin að leggja bara niður fyrirtæki, ég er ekki að selja, ekki með bókaútgáfu lengur. Það er bara eyðilagt allt fyrir manni, þannig að ég er ekki að fara að halda áfram með eitthvað fyrirtæki. Þannig að ég hef núna verið að gefa bara afganginn af upplæginu og svo er enska útgáfan. Hún er komin bara á PDF-formi inn á heimasíðuna mína, scribe.is og svo deathoftheego.is sem hægt er að lesa. Og svo er ég bara að láta að prenta út ensku útgáfuna. Og og ætla bara að kynna hana. Vel gert. Já, takk fyrir. En í ensku útgáfunni þá segir frá því að ég var handtekin og allar þessar sögur sem ég er búin að reifa núna. Vegna þess að hún er svo mikilvæg og því að hún sýnir eiginlega fram á það hver það er sem stjórnar sem heimi. Og það er þú veist, hitt orðið, ég segi, þú getur minnst á Guð, en svo er það hinn orkan. Það er bara því miður þannig að ég ætla bara að segja að Satan stjórnar sem heimi. Og ég meina, maður þarf ekki langan umhugsunar frest eða tíma til þess að sjá að bara í hversu miklum hlekkjum við erum bara sem samfélag. Við þurfum að borga endalausar skuldir og vexti og verðbætur og líka landið bara sjálft þarf að borga einhverja mengunarkvóta og allskins gjöld, þú ert að borga í stöðumæli og þetta bara eykst losunarheimild í flugi. Já, það er alltaf að auka við þessar álögur á okkur og þessi heimur er ekki á Guði og það er einmitt það sem er að bara Satan, hann vill dyljast,
hann vill ekki að neitt viti, af því leið og fólk veit bara, góður, það er rétt, þú veist, þetta er bara, heimurinn orðin bara mjög, hvað maður segja, satanískur, þú veist, bara þarf ekki að horfa á smá Netflix, skilur við, til þess aftur á því. Það ekki alveg í tísku að tala Satan, en Guð til, en Satan ekki til. Nei, en ef Guð til, þá hlýtur hitt að vera til líka. Já, við erum náttúrulega með milljarða batteri sem byggt utan eitthvað sem heitir Guð, skilur við, og hann ósýnilegur, en við finnum fyrir honum, en margir hafna þessu í rökhugsun, veist, en trúa svo kannski ástina, hún ósýnileg líka. Algjörlega. Að verða ástfangin ósýnileg, það fær ekki útbrotið eitthvað, verða ástfangin. Nei, nákvæmlega. Og elska það jákvæðir, fallega í lífinu, og ef það Guð, þá ég bara í liði með Guði, veist. Svo aftur á móti það að bara hata, það er sérst hinn. Já, það hin hliðin, en það að því notar orðið Satan, sko, og þá verður allt eitthvað trigger orð, sko. Þetta trigger orð. Fólk þolir ekki að heyra það. Þá strax orðið skrýtnakonan, sko. Akkurat. En eins og segja, ef Guð til, þá hitt afli líka til. Og ég var lengi vel, þá vildi ég bara horfa, það líka hjálpa manni með að afmá óttan á hjartanu. Ég hugsa bara að þetta bara tálsýn, ég bara ímynda mér einhverju vitleysu og ég ætla að fara bara að sjá fyrir mér eitthvað gott og ég bara kærleika og öryggin og allt þetta. Þannig að það hjálpa manni. Því að fyrir suma þá bara, þú veist, þeir verða bara hræddir og þá eykst óttinn sem alls ekki sem ég vil. Það sem ég vil frekar bara að vekja fólk til vitundar bara þennan ósýnilega heim sem raunverulegur. Það allt sem byrjar þar og líkama okkar bara í afleiðing af þessu og við sjáum ekki nema bara brotabrot af því sem að gerast. Nei, svo ef við förum í vísindin þá segir þessi allavega 18 vittir sem við sjáum ekki, skilur við þannig en við finnum fyrir vindinum en við sjáum hann ekki, en Akkurat. Svo ég trúi því að þetta sé allt miklu stærri heldur en hér og nú og þetta dót, sko. Algjörlega, og við fáum oft svona einhver svör eins og bara eitthvað varar okkur við, bara ekki fara þarna, beygja þarna, gera þetta, hvað það? Er þetta bara eitthvað tilviljun eða eitthvað? Nei, alls ekki. Við erum með, erum með bara þú veist, bara engla her sem bara hjálpa okkur og leiða okkur í rétta átt og svo bara hinum einn sem verið að taldra á mann og það þessi barátta, hún raunveruleg í andaheiminum sem að tógast á bara svona þessi öfl, sko, og ef fólk veit ekki af því og það sem ég tala mikið í bókinu minni að það svo margir sem ómeðvitaðir, þeir bara átta sig ekki á því að hugarheimurinn raunverulegur og það sem þú hugsar bara mjög raunverulegt og það stundum kemur inn bara eitthvað rosalega ljótar hugsanir og fólk bara, þú veist, skilur eitthvað svona. Ég hef heyrt fólk tala þannig, bara það fengi bara eitthvað, og þá þetta árás, bara andlega árás frá einmitt heimillæðin sem og ef fólk ekki meðvitað þetta, þá getur oft stjórnast af þessu afli og þessum hugarheim og fyrir að hugsa bara, þetta mínar hugsanir, en þegar þetta ekki þínar hugsanir og þegar maður lærir að vera, svona dyravörður hugsanina, þá maður komin með ansi sterka brynju og það sem að koma fyrir mig, gerist fyrir mig að ég finn bók sem heitir A Course in Miracles og sem ég mæli með bara allir skoði og hún að hjálpa manni að endurforrita hugan og hún brýtur þetta alveg bara niður, þú veist, bara strax bara að þetta borð ekki raunverulegt. Þetta í rauninni bara mólkul bara sem að tifa ákveðni, við skynjum það sem bara svona fast form en í rauninni þá, þú veist, í annarri vídd þetta ekki fast form og þannig að ég lærði bara að brjóta niður þessu hugsun hjá mér og endurforrita, þannig að þegar að kom eitthvað svona trigger, eins og til dæmis þessu orð sem ég var að minnast á áðan og bara ýmislegt annað, einhver trigger orð svona sem að kemur bara til eitthvað svona reiði eða eitthvað, einhver tilfinningar, leiði jafnvel eða vonbrigði eitthvað, þá gat ég bara gefið það
Jesú, ég sá bara fyrir mig bara hann taka fyrir mig, því það má alveg bara hugsa bara Guð líka, bara taktu þetta, þessa tilfinningu. Og þegar maður er farin að geta stoppað sér svona, í staðan fyrir að vera bara, hvað maður segja, svo fórnarlamb reptílíska hugans, þar sem maður bara er alltaf að bregðast við áreiti og svo eftir að maður bara svona, þú veist, skilur, ef maður getur stoppað sig, þá er maður komin mjög langt, sko. Algjörlega. Og það er það sem ég gerði, sko, er að bara ég læri þetta að að bregðast öðruvísi áreiti heldur en gerði, og ég mæli með að allir læri það sem ég benda á í bókinni. Algjörlega. Við erum búin að vera rosalega duglega að tala, Dóra. Já. Rúllum þessu upp. Já. En það sem er náttúrulega, bara til að summera þetta upp svo ég skilji þetta, það er náttúrulega tilfinningar eru sjáanlegar, þær eru finnanlegar. Ef þú kemur inn í íbúð sem búið mikið reiði og sorg og skynjar það bara í efninu, þannig að þetta er ekkert gemvísindi, þetta er ekkert hókus pókus. Og ég held að þessi 70% Íslendinga sem trúa draugar séu til, en er svo að böglast með hvort það sé til einhver alheims orka eða Guð. Fyrir mér þetta var raunveruleg. Dóra, ég er rosalega gaman að fá þig og þó að sagan þín hafi verið erfið að hlusta á, þá hvet ég til að finna út af hverju. Já, hvað gerðist? Já. En byrju, gerðist þetta aftur svo? Já, mér langast að bæta við það ein hugsun er að ég vildi bara segja þess með Jesú er að það er bara, ég sé Jesú kannski eins og bara mjög margir, er að ég sé hann bara sem bróður minn, ekki sem Guð, og ég vil taka það fram að ég trúi á Guð sem er Abba, faðir, bara Guð almáttugur skapari heimins og jarðar, það er ekki Jesú í mínum huga, en það er samt alveg hægt að leita til hans, finnst mér, sko, eins og hann er bara meðhjálpari, svona eitthvað sem styður mann, sko. Þannig að já, ég vildi bara segja það. Það var leiðbeinandi. Já, einmitt, af því að hann kom á jörðina, var maður eins og þú, eins og bara ég og var rebel, hann var að berjast gegn elítu þess tíma og benda fólki á Guð. Hvað segirðu? Og svo var hann drepinn. Og svo var hann drepinn, já, akkurat. En já, ég var sérst handtekinn aftur daginn, það var 17. maí. Þá er ég á Arnarhól, þetta er akkurat þegar það er mikilvæg ráðstefna hér í bæ og ég er fyrir utan grindverkið og er að hlusta bara tónlist í eyrunum, bara tónlistsímanum og ég er ekki að dansa neitt, ég bara stend og er bara horfi í áttina Seðlabanka og Hörpu og hótelinu og allt inni kemur lögregla bara upp að mér og ég tek bara vinalega á móti þeim, sko, og segi bara vá, bara góð daginn og þau segja við mig, konan segja við mig við fréttum að þú hefur verið að dansa og ég segi bara er það bannað? Má það ekki? Og svo segi ég bara nei, ég var ekki að dansa, ég er að hlusta tónlist í símanum og er það bannað? Svo spyrjaði mig hvað ég heiti og ég fer maldi í móinn, ég segi bara að ég hef ekki brotið neitt af mér, af hverju er það fyrir að gefa mér af hverju viljið þið fá nafnið mitt og ég vil ekki gefa nafnið og þá já, ég segja líka er að ég trúi, ég veit að Guð er til en heilagur andi er líka til og það er sem Jesús var líka benda á að hann talaði heilagan anda og hann úthellist yfir þjóðirnar og það bara ég finn bara Guð leggur á hjarta mitt eins og að sé bara heilagur andi að segja bara eitthvað bullnafn og þau biðja mig ekki kennitölu en ég held maður þurfi kennitölu eða eitthvað til þess að maður sé búin að brjóta sig, ég veit ekki hvernig þessi lög eru allavega, ég tek þá bara dótið mitt, ég var bara með töskuna mína og úlpuna og ætla bara rölt í burtu nema þau bara hlaupa eftir mér hlaupa eftir mér og grípa mig bara sikkert handlegginn og ég er bara handtekinn. What? Já. Þannig þetta er að gerast aftur? Þetta gerist aftur og ég gaf þeim aldrei með kennitölu þau báðu ekki hana
og allavega þau Og bara þetta var enga leiða ástæða mig. fyrir því að vera handtekinn? Ég væntanlega, sko, já, ætlaði ekki verið bara, ég gaf vitlaust nafn. Það en ég var ekki. Kölluðu þeir inn nafnið til að Já, tjekka það? og líka, já, og ég veit ekki, var einhver grunur að ég hafi brotið af mér, þú veist, að það dansa, er það að brjóta. Ég veit að það er bannað í Íran, en ekki á Íslandi. Þannig að þeir spurðu mig ekkert, sko, varstu að gera þetta sem er rangt eða þetta. Einu sem spurðu mig, sögðu, við fréttum að vera að dansa, þú veist. Big deal. Já, big deal, nákvæmlega. Og þau bara leiða mig, þú veist, bara sikkert handlegg bara í lögreglubifreið. Og þarna kalla ég yfir, bara háum rómi bara yfir Arnór og allt fólk sem stóð að. Ég segi bara, það er búið að handtaka mig, ég heiti Halldóra Sigurðardóttir, ég skrifa bók sem heitir Dauði Ekosys, þetta er út af því, bla bla bla. Og ég vildi bara, að því þú veist ekki hvað gerist þegar lögreglan er búin að handtaka þig. Þú veist, það er bara, þetta er alvarlegt mál, sko, ég sé þetta. Já, ég sagði reynda við þau líka, það hefur kannski verið eitthvað trigger fyrir þau, en ég sagði, vitið þið að elitan kallar eitthvað hundana sína og Upp og sí, þetta var nú ekki til að hjálpa. Já, en þau eru ekki í þessu starfi til þess að vernda mig eða þig eða, þau eru til þess að vernda hagsmuni Þó svo að það hafi sagt þetta, þá breytir það ekki neinu í jöfnunni, sko. Já, og svo er það líka annar mál er að fólk á ekki að taka einhverja geðþóttaákvörðun og handtaka mann. En það er einhver sem að sagði í talstöðinu að fara með þið inn? Væntanlega, veit ekki. Þau fara með mig í lögreglubifreið og fara svo með mig inn á lögreglustöðina þar sem ég hef tekið skýrslu af mér fyrir þetta, hafa sagt vilja í því að ég segi svo bara rétt nafn og þú veist, það er búin að taka, þú veist, handtaka mig inn og í lögreglustöðinu segi bara rétt nafn og hún fór líka og gramsaði töskuna mína og náði bara í veskið mitt, allar upplýsingar og allt þetta. Svo segir hún bara allt í einu um mig, já, við ætlum að hringja á héraðslækni og ég, héraðslækni, fyrir það að gefa upp rangt nafn. Þá er ég bara, guð minn góður, veist, hvað er í gangi? Svo kemur héraðslæknir og hann spyr mig einhverja spurninga og eftir það segir hann við lögreglumanninn, já, ég held að sé ekki tilefni til að svipta. Og það er fyrst skipt sem ég heyri allan tíman frá því bara fyrir að einhver notar að svipta og ég þá vantarlega meina að svipta sjálfur. Hugsaði fyrir það að gefa bara upp rangt nafn. Einu sem ég gerði og líka í fyrir skipti, einu sem ég gerði var að segja vík burt satan. En hugsaði þér, sko, nú er enginn af okkur eins og við erum alls konar og alls konar fólk með alls konar trú og dynti og nefndu það. Algjörlega. Skilur við. Bara, sko, svo framalega sem er ekki að meiða aðra, má maður bara ekki vera skrýtninga inn í friði, skilur við. Já, nema þegar þú ert að vara við hollustu við bræðraleg umfram Guð og þú ert að minnast á hver stjórnar heiminum. Já, ég held að flesti vita að það eru peningarnir sem stjórna heiminum. Akkurat. Það er nákvæmlega, þetta snýst keppnina í kringum peningana. Við sem erum öll fermt hérna inni vitum það að á endan er það peningarnir sem ráða, það er ekki mannkærleikurinn. En Dóra, við erum að sprengja alla tímaskala og ég er alveg viss að tæknimaðurinn okkar, Gunnar Bjarni, sé ekki rosalega ánægður með okkur. Hann brosir, þannig að það var það í lagi. En ég ætlaði að Dóra, takk fyrir að koma, takk fyrir að segja þessa sögu, ég veit það var ekki auðvitað fyrir þig. Og ég vona að flestir fá að heyra söguna þína og bara ég samhlýkist með að það hafa gengið í gegnum þetta. Já, vegna þess að ég bara, þegar ég fekk aldrei að vita á spítalunum hvað kom fyrir þegar ég kafnaði í rauninni og ég bara tel mig bara hafa bara dáið og ég hef verið endurlífguð. Þannig að ég bara segi það bara, ég bara dó fyrir þessa bók og nú er ég vonast ég bara til að fólk heyri hvað ég er að tala um og hversu bara hægt, ég meina, ég bara, hvað maður segja, ég vil ekki nota orðið hægt, en bara heyri bara mína sögu og bara hvað getur komið fyrir fólk sem bara ákveður að segja sannleikann og tala um Guð. Í dag er bara hættulegt að tala um Guð og ef þú vilt vera rebel, tala um Guð og Jesú, bara, þú veist, vin okkar sem var rebel sjálfur. Já. Ég veit að Kristur var rebel stöðu hans. Hann væri búinn að fangilsa hann í dag alveg sama hvar í mannkynssögunni hann hefur komið fram. Hann er alltaf endað í fangilsi og hugsanlega drepinn í öllum tilfellum. Já. En Dóra,
Takk fyrir að koma, frábært að fá að kynnast þér. Já, sömuleiðis takk. Og ég ætla að fá að fylgjast með þér áfram. Og þið heima sem voru að horfa, takk fyrir okkur og sjáumst í næstu viku hérna í kalda pottinum.